Ok, frábært. Það eru svo stóra tælinir hérna. Já. Já. Komið þið sæl og velkomin á þennan 8. og síðasta fund heimilis heimsmarkmiðana hér í Hannesarholti. Ég heiti Magnús Hallur, ég ekki Guðrún Haldunadóttir, hún forfallaðist orðin radlaus, þannig að ég hleyp í skarðið í dag. En ég skipulagði þessa fundaröð, þessa 8 fundi heimilis heimsmarkmiðana. Í dag ætlum við að ræða aðgengi flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd að íslensku samfélagi, sérstaklega gagnkvæma aðlögun og aðlögun flóttafjölskyldna að íslensku samfélagi. Ég er hérna með smá punkta sem Guðrún sendi mér, hún var búin að undirbúa sig mjög vel og ég ætla að fá að lesa þetta hér fyrir ykkur og ég þakka Guðrúnu fyrir það. Ég vil líka heilsa öllum sem eru að fylgjast með á streyminu og ég vil líka hvetja ykkur til þess að taka virkan þátt á fundinum með því að senda inn spurningar. Sem sagt, á síðastliðnum 10 árum hefur fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi þrefaldast og eru þeir nú 65.000 talsins eða eitthvað 17% af heildar mannfjölda. Aðeins lítið brot þeirra er flóttafólk. Það er fólk sem hefur fengið skjól hér á landi, fólk sem er að flýja stríð og aðrar hörmungar. Í nýlegri skýrslu OECD kemur fram að innflytjendum hefur hvergi fjölgað meira, hlutfallslega miðað við höfðatölu eins og Íslandi, meðal allra ríkja OECD. Eins er hlutfall innflytjenda frá evrópska efnahagssvæðinu hvergi hærra en á Íslandi. Hér eru það Pólverjar sem eru langfjölmennasti hópur erlendra ríkisborgara. Næst fjölmennasti hópur er frá Litúen og fólk frá Úkraínu skipar 3. sætið. En því miður segir í skýrslu OECD að okkur hefur mistekist að skapa inngildandi samfélagi hér fyrir innflytjendur, meðal annars vegna tungumálsins. En það er ekki eins ástæðan eins og við munum ræða betur hér á eftir. Ísland á aðild að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Það þýðir að þau sem sæta ofsóknum í heimalandi sínu eða eiga þar á hættu á dauðarefsingu, pyntingum eða ómannúðlegum eða vanvirðandi meðferð eða refsingu geta sótt vernd hér á landi. Mismunandi reglur gilda þjónustu til þeirra sem fengið hafa vernd hér á landi. Flóttafólk sem kemur til landsins í boði stjórnvalda hefur stundum verið kallað kvótaflóttafólk. Stjórnvald móttökuríkja ákveða þá sjálf hversu mörgum flóttamönnum þau vilja taka á móti. Flóttafólk sem kemur á eigin vegum til landsins, þar að segja umsækjendur alþjóðlega vernd, þessi hópur hefur farið ört stækkandi og afar fá hafa komið hingað sem kvótaflóttafólk undanfarin ár. Flest þeirra sem hafa fengið vernd á Íslandi að undanfarni eru frá Úkraínu, því fólk sem leitað hefur skjóls á Íslandi frá Úkraínu eftir innrás Rússlands hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Það var gert með því að virkja í fyrsta skipti ákveðna grein útlendingalaga hér. Þau fara þannig ekki inn í hefðbundna málsmeðferð í verndarkerfinu hér á landi, heldur er þeim veitt vernd leið og þau koma til Íslands, svona eins og gert er annars staðar í ríkjum evrópska efnahagssvæðisins. Umsækjendum alþjóðlega vernd hefur fækkað mjög hér á landi í ár. Í fyrra voru umsóknirnar tæplega 4.200 og 2.000 fengu vernd, þar af 1.560 frá Úkraínu en 412 frá öðrum ríkjum. Fyrstu 9 mánuði ársins eru umsóknirnar 1.500 talsins. Þar eru 2 af hverjum 3 frá Úkraínu. 234 aðrir fengu vernd hér á fyrstu 9 mánuðum ársins. Yfir 110 milljónir jarðarbúa hafa þurft að flýja heimili sín og fátt sem bendir til annars en að þessi tala eigi bara eftir að hækka. Flestir fara ekki langt, eru á vergangi í heimalandi sínu en aðrir flýja til nágrannalandana og bíða þess að geta snúið aftur heim. Á Íslandi
Ísland á líka aðild að samþykkt Sameinuðu þjóðanna frá 2018 örugga, skipulagða og reglubundna fólksflutninga, svonefndra faranda, sem á ensku nefnast migrants. Markmiðið með samþykktin að bæta viðbrögð alþjóðasamfélagsins við vaxandi fólksflutningum. En hvernig bregðumst við sem samfélag við fólki á flótta sem hingað leitar? Það spurning og umræðefni kvöldsins í kvöld, og til þess eru komnar hingað 3 konur sem þekkja mjög vel til þessa málaflokks. Það Jasmína Vazovic-Crnac, sérfræðingur í málefnum fólks af erlendum uppruna, Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og sérfræðingur í jafnréttismálum, og Najla Atala, arkitekt, rithöfundur og skáld. Já, það mjög stutt í kosningar og þetta málefni hefur mikið verið í deiglunni. Magnea, þú ert á lista Samfylkingarinnar og Jasmína, þú varst fyrir Viðreisn og hefur boðað stofnun flokks innflytjenda, það satt? Jú, það satt, en ég ekki búin að stofna, en það hópur sem vill stofna flokk innflytjenda, já. Já, en það sem sagt mikil upplýsingaóreiða nákvæmlega þetta málefni hér á landi og mikill ótti, tel ég, meðan ákveðin fjölda fólks á Íslandi. En áður en við förum út í það, ég vil gefa ykkur tækifæri á kynna ykkur og segja hans frá ykkar sýn á þetta málefni. Hvað þið viljið leggja til málana? Kannski byrja á þér, Jasmína. Já, takk fyrir. Já, þetta það oft í umræðinni í dag að vera að tala vandamál og gríðarlega há útgjöld og þetta svo dýrt og allt þetta, en það sem að gerast í þessum málaflokki hvorki vandamál né það sé dýrt, vegna þess að fyrir það fyrsta innflytjendur almennt bara sem hópur, þar að segja flóttamenn líka, þau verða flóttamenn kannski 1 ár. Við skulum átta okkur á því, flóttamenn ekki skilgreindir, þú getur komið sem flóttamaður, en þú fæ kannski aðstoð í 1 ár og svo ertu bara að renna í venjulega þjónustu sem bara borgarbúi og verður náttúrulega hluti af innflytjendahópnum. Þannig að þetta fólk sem náttúrulega kemur náttúrulega úr mjög sérstökum aðstæðum, þannig þau þurfa stuðning. Sumir þurfa stuðning mjög stutt, við sjáum það bæði ég og Magnea, við höfum vinnað saman í þessu, að fólk frá Úkraínu var tiltölulega fljótt að koma sér á vinnumarkaðinn. Stór hluti 55% þeirra komin strax á vinnumarkaðinn, og meðan annað fólk sem búin eins og kvótaflóttamenn sem geta komið frá jafnvel bæði frá kannski svæðum sem tjaldbúðum eða flóttamannabúðum sem missa ákveðin hæfni og það þarf lengri tíma til að koma sér inn í samfélagið, og svo en þetta allt saman fólk með gríðarlega mikla þekkingu og jafnvel hæfni sem við á Íslandi höfum ekki, og jafnvel og vinna störf sem við ekki tilbúin að vinna hér á Íslandi, þannig okkur vantar fleiri vinnandi hendur. Þannig ég lít á þetta sem gríðarlega mikil mannauður. Og svo verið að tala blanda menningaheima og allt það. Ég kenni mikið fræðslu og fyrsta sem ég spyr börn í grunnskóla hvernig þau tengja svona fjölmenningaheiminn, þá tengi þetta oft við matinn, við tónlistina, af því þetta eitthvað sem kemur erlendis frá, og svo spyr ég oft líka hvað íslenskt, og þið vita alveg greinamun á því, en það pælir enginn í því þegar að borða eða þegar að hlusta, en þau samt pælir fólk rosa mikið í því hvernig fólk lítur út, hvaðan það kemur, þannig það skiptir málið að þetta sé eitthvað, þegar við tölum innflytjendamál, að við tölum eða flóttamannamál, að byrja á því hvað sameinar okkur, af því það miklu meira sem sameinar okkur heldur það sem sundrar okkur. Algjörlega. Þannig ég horfi á þetta svolítið þannig. Þú nefndir þessa hæfni sem hvað maður segir, svona vanmetin, en í þessari skýrslu OECD þá
segir þér einmitt að sem sagt 30% þeirra sem koma hingað til landsins vinna undir sinni menntun og það með við sko 10% af innfæddum eru ofmenntaðir í störfin sín. En já, þetta er mjög áhugaverðar tölur og það er mjög þetta er við getum sagt við fengum falleinkunn þar vegna þess við erum neðst af öllum þessum OECD-ríkjum hvað varðar að nýta menntun og þekkingu innflytjenda og þar með flóttafólks líka, eins og ég sagði, þetta er líka hópur, stór hópur sem fellur undir og við erum ekki nýta það okkur til framdráttar í raun og veru. Þannig verðmætasköpun er mun minni heldur hún getur orðið, af því við erum ekki að nýta, ég meina það kostar þegar þú horfir að mennta eina mannesku frá því hún fæddist og þar til við klárum háskólamenntun, það kostar marga milljónir en við erum að fá innflytjenda og flóttafólk sem að koma til landsins er á bilinu frá 25 til 45 ára að besta aldri. Þau eru að koma og eignast börn á Íslandi sem eru önnur kynslóð innflytjenda. Þannig þetta er mannauður sem við getum ekki talið í peningunum og það er svo sorglegt líka að vita til þess, ég hef oft pælt í því að við þurftum eiginlega að reikna út frá fjármálum hvað þetta kostar okkur og hvað verðmæti eru þetta mikil til að í rauninni vera fólk áttar sig á því hvað við erum að tala og allt sem skapast í kringum einn innflytjanda, þú veist, tækifæri sem hann kemur með sinni menntun, bæði í orkumálum, í verkfræðinni, í innflytjendamálum, í fjármálageranum eða hvað sem það myndi alltaf vera plús. Þannig þarna erum við ekki nýta og við þurfum ekki að finna hjóli upp að því hinn löndin gera þetta og við þurfum bara að gera copy-paste eins og maður segir á góður ensku. Já, það er þetta að sækja innblástur utan og leita til margra landa en mörg Evrópulönd hafa verið lengur en við í þessu og gengið misvel, svona mörg misjöfn dæmi. Kannski Magnea, þú vilt vera... Sambandi við sýnina og kannski áskoranir. Sko, áskoranir náttúrulega kannski fyrst og fremst svo að þú veist að það eins og Ísland og fleiri lönd eru náttúrulega frekar svona einsleitt og við hefum ekki þurft að eiga mikið við fjölbreytileikan. Þannig að í raun og veru finnst mér vandinn, sko, hann liggur miklu meira í kerfinu, stjórnkerfinu. Þú veist, það er bara hreinlega þannig að það var ekki fyrr en eftir hrun í raun og veru og þetta var í raun og veru skilyrði bara fyrir lánveitingu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum til Íslands að Íslendingar færu til að mynda að setja sér langtíma stefnu í öllum þeim málaflokkum sem falla undir íslenska stjórnkerfi. Þeir eru 32 og þar undir eru einhverju 100 og eitthvað málaflokkar sem vantar svo mikið stefnumótun og stefnumótun náttúrulega meðal annars hvernig á til að mynda að taka á móti börnum sem hafa ekki íslensku sem móðurmáli í skóla og hvernig á að vinna í því að ekki að slá á kröfunum heldur bæta getu þeirra þannig að þau geti sem sagt unnið upp forskotið og staðið sér jafnfætist öðrum börnum og þar af leiðandi fari í framhaldsskóla án þess að detta tvöfalt fleiri úr framhaldsskóla og í raun og veru bara látið sína drauma rætast. Og þegar að við erum að skoða þetta þá gengur þetta bara allt út á einhvers konar stefnumótun fyrst, þú veist, einhverja hugsun, hvernig ná þessu markmiðum og við vorum að tala til dæmis munin eins og áður við byrjum eins og í Bandaríkjunum. Ég var að tala konu sem með Vietnam, sko, prófessor við Háskóla Íslands og hún tók dóttur sinni til Bandaríkjanna og þá var bara gerð 2 ára áætlun það að hún ætti að vera orðin fluglæs og skrifandi á 2 árum. Það er áætlun það hvernig hún á að ná þessum árangri og standa þar lendi jafnfættis öðrum samnemndum sínum og svo kom sjálfboðalið inn á heimilið til þess aðstoða barnið við heimanámið. Og það eru svona aðgerðir sem að í raun og veru, þú minnst líka að ég eru frambæði fyrir Samfylkinguna, þetta er jafnaðarmannaflokkur. Kjarninn í jafnaðarstefnu er jafna aðstöðu fólks út af fólk fæðist náttúrulega með mismunandi tækifæri í lífinu, það getur verið efnahagslegt og eins þegar þú kemur sem barn og talar ekki íslensku þá þarf að jafna forskeytið þegar kemur íslensku. Og það er í raun og veru það sem hefur verið gert og ég meina
svo voru þessar móttökudeildir hérna áður og meðal eins og ég veit í Hagaskóla þá eru krakkarnir sem tala ekki íslensku, þau fá svona sér íslensku tíma og svo geta þau kannski verið í öðrum fögum með jafnöldur sínum og þannig að einingrast ekki félagslega og þvílíkt. Þannig að mér finnst áskoranir rosalega mikið vera kerfislægar áskoranir. Og svo líka eitt af því að þeirra er verið að mynda stefnu í svona einhverjum kjarnamálaflokkum eins og bara samgöngumálum, heilbrigðismálum, menntamálum, þá þarf náttúrulega alltaf samþætta inn í þessa málaflokka, þarfir og réttindi fólks sem er af erlendum uppruna, líka þetta út frá kyni og öllum þessum svona breytum sem að eru og gerða verkum að við erum fjölbreytt. Og ef við erum lítið til fyrirmynda þá kannski getum við lítið til kannski fyrirmynda sem að eins og kannski frekar Kanada og eitthvað slíkt. Ég meina 1982 þá náttúrulega skilgreindi breytti Kanada sinni stjórnarskrá meina ég og skilgreindi sig sem fjölmenningarþjóð og þeir eru mjög meðvitaðir það að allir sem komin til Kanada, hvort sem þú veist eðlisfræðingur eða verkamaður, þú ert alltaf jaðarsett til að byrja með og allt þeirra kerfi gengur út af því að koma þér inn í hringuðuna og þú veist þið mainstream eins og heitir á ensku og þetta eru bara þetta eru aðgerðir nákvæmlega eins og í Bandaríkjunum og með heimanámið hjá krakkanum sem að tala ekki ensku þegar hún kemur til Bandaríkjanna. Þannig að þú veist að þetta er fyrst og fremst það sem að svona vandi liggur og ég tek undir eins og margir líta á þetta sem kostnað. Þetta er náttúrulega, þú getur lítið á þetta sem fjárfestingu. Veist, þetta er alveg eins og þú leggur vegur til að bæta samgöngur. Ég meina, er þetta fjárfesting í betri samgöngum og þar leiði þú veist, fleiri ferðamenn komast, þetta bætir forsendur atvinnuvegana í byggðarlaginu og svo framvegis og við byggjum einhver göng, eða er þetta bara kostnaður? Þú veist, þetta er auðvitað, þú verður að horfa á markmiðið og hver ávinningurinn er og vanlega náttúrulega er ávinningurinn meiri heldur en fjárfestingin, það er einhvers konar, einhvers konar ávinningur af þessari fjárfestingu og ég held við verðum líka að passa hvernig við tölum þetta. Og veist, ekki bara kostnaður, þetta er fjárfesting í mannauði og svo framvegis. Við erum ekki eina vestur-evrópska landið sem er að upplifa fólksfjölgun. Nei. Er það ekki? Já. Hvað segir þú? Við erum að fá fólksfjölgun hér og það er bara út af innflytjendum og hún er talin að vera, fjölgunin er nauðsynleg til þess að viðhalda velferðarkerfinu og öllu því. Þú myndist aðeins á langtíma stefnumótun og það var svona mikilvægast. Ef við lítum kannski til landa sem hefur mistekist, ég bjó í Þýskalandi og það kom þessi mikið innflytjendum svona 70 eitthvað og tók þátt í þýska efnahagsundrinu og þau byggust við því að fólki myndi bara fara eftir kannski 5 ár en flestir urðu eftir og það virðist vera líka að innflytjendur sem koma til Íslands vilja vera hér samkvæmt þessari OECD-skýrslu mikla hærra hlutfall en í öðrum löndum en kannski svolítið sláandi að vantar þessa langtíma sín á málið og svo nefndirðu að það er líka samgöngumál og margt fleira sem kemur inn í þetta en bara tungumál. Að sjálfsögðu, ég meina ef við erum að hugsa samgöngumál og við erum að hugsa samgöngur eins og mjög mikið þetta flóttafólki og innflytjendum þau koma miskast í upprunalega og ekki á bíl og þurfa til að síðan að taka bílpróf í íslensku þannig að það þarf að hugsa út í það en svo þurfum við líka að tala að hlutinni kosti að þá náttúrulega má líka bara benda á það að 25% þeirra sem eru á atvinnumarkaði þeir eru að borga tekjuskatt og það var eins og sagt no taxation without representation en þú veist fæstir, náttúrulega það eru bara íslenskir ríkisborgarar sem geta kosið í alþingiskosningum en það er alveg hægt að gera kröfu að þessi skattar sem að fólk er að borga séu með einhverjum hætti þá nýttir til þess að koma betra á mótsvið þarfir fólks og auðvitað réttindi en það eru auðvitað réttindi og skyldur allra en þetta er bara það sem að þú veist, í raun og veru er verkefni það er bara að þú þarft kerfið í raun og veru þarf að aðlagast í raun og veru breyttum veruleika sem kallar á nýja nálgun og það er í raun og veru ekkert undan eða framhjá því komist í sjálfu sér sko veist, og þá reyna auðvitað að læra auðvitað bæði af mistökum annarra og svo auðvitað af góðum fyrirmyndum sko. Nasra, þú ert tiltölulega nýkomin til Íslands? Cirka 5 ár núna, 6 ár. 6 ár? Já, 6 ár á Íslandi.
Fyrirgefðu, ég ætla að tala á ensku, þetta miklu auðveldara fyrir mig til að bara tjá á ensku. Actually, like this topic is a quite multi-faced topic and also so complex topic to be talked about. And when we are talking about integration, it's a quite wide range, environment where you could grow multiple terminologies and anthropology regarding that. And also now we have the two concepts between integration and inclusion, which is totally different of each other, and it's not quite acceptable to say that we want refugees or immigrants to be integrated. We want them to be included within the community. But my main point in this regard is that most of the refugees, actually not immigrants, because in Iceland, like most of the immigrants are from Nordic countries or even from Western world countries, but most of the refugees, except Ukrainian, who are fleeing because of the war, are from a different origin, which mostly are from Orient. And here we are having a really gap between the two cultures. We have also a totally different legal framework between what is going on in the Western world and also in the Eastern Orient. I will say Orient, because it's a quite bigger and wider. So we have this background that I do feel within the Icelandic community is not a clear point, because most of the people thinks that when you are from Arab world, for example, you are the same, which is quite different, because even I am from Palestine and I have been lived in Gaza, and Palestine are divided to two spaces. West Bank and Gaza, we are completely different. And this is need to be have a light on. We need to draw this to the community, especially within our Icelandic community, that when we have one from Arab state or one from Syria, it's not mean that he has the same values and they have the same background for someone who are from Palestine or someone are from Saudi Arabia or from Iraq or from, we have a totally different laws, a totally different backgrounds, a totally different norms, and also even regarding gender norms, it's different. Regarding legal, in Palestine itself, we have two different laws in West Bank and Gaza. So imagine when we are talking about two countries, it's quite different. And we, here in Iceland, we intend to treat people as they are from the same, which is quite different. Icelandic is a homogeneous community. They are quite similar. They have their specific ethnicity that it's a grown by history, which is not the same case with Arab communities or even with Orient, because we have Northern Africa, for example, Morocco, Algeria, they are considering themselves Arab, but they have totally different values of Yemen, which is more conservative communities compared to Egypt, for example, or even when you are talking about a small area like Gaza. I am from Gaza Park, Gaza City. We have within different neighborhoods, we have a different dialect. I don't know if you know that. So if I am from a neighborhood, I have a totally different dialect from other neighborhood, which is only 500 meters far away of my home. And this is quite not known within. The Iceland community have a general knowledge about the Orient. They think that if you are from an Arab region, you have the same. But it's completely different, because in Saudi Arabia, women were not able to drive until recent years. But in Gaza or in Palestine, it was free for us. We declare, we have this right. It's not that difficult for me. In Yemen, women have access to, they have difficulties to access to education, but I did not have this. Domestic abuse.
it's quite historically acceptable to some extent in some countries, but it's not acceptable in other countries like Dubai, for example. However, there's a high rate in this area. So we need to understand that when we are treating someone from a region, it does not mean he has the same background of someone else, and this could have a huge influence and impact on their inclusion within the community and the society. One thing else that I really would like to discuss within this group that I have been a lot asked, do you not meet your other Palestinians? Which is quite hard, because it get to know that when Icelanders flee from Iceland to Canada, they have their own community. But here it's quite different, because when you are saying that you are stereotype us, that we should do that. No, it's not necessary, because maybe the people who come from Gaza are totally different interests of mine. Maybe like even when I was in Gaza, I was not have any kind of interest to get to know them. We don't have anything in common. So we would, we all the time have this kind of a claim, you are from this, why you are not knowing the other one who are from Palestine? It's not necessary that I am from this community that I have to know the rest of the They communities. think you're Icelandic. Yeah, yeah, but and also it does not mean that I have the access to this community, and this is what we need to work. If you have someone is powerful in one area and you think that he needs to do, he could play a big role to educate his community, then work with him. Work together with him to access to his community, but don't accept it from him that he has the access. Icelanders have the access to our community more than do we have, because they have the database, but we don't have the database. We just go to the statistical Útlendinga website, and we know. I just get to know that there are more than 300 Palestinians just to flee from Gaza to Iceland. I did not know. I do not know them, and I have not even know what their backgrounds or anything else. Also, one of the difficulties that I have been facing as refugees, and now as once have been living in Iceland for a long time, that people think inclusion means that I have to give rid of my identity. And this is really, really miklu fact. This is one of the point I wish that I could raise voices. Coming to Iceland to seek refugee of a war, or to be having to speak about, to have all the freedom that I have not had back home, does not mean that I have to give away my identity. I'm so proud of my identity. I'm so proud of being a Muslim. I'm so proud of covering my hair. And it's not only because my religion oppressed me. I choose to be a Muslim. After 18 years old, you have your own choice if you want to continue to be a Muslim or not. And people think that I had to take this approach back home and I have to give it away when in Iceland. But no, I want to keep my identity as long as I don't harm any other people, as long as I accept all the Icelandic values, and as long as I don't mind to participate. But don't force me, don't force me to participate in something. Or on festival in houses. I do respect that you have your own houses, but I also have my own houses. I don't call you to take vacation on my houses. I just take unpaid leave. I fast Ramadan, for example. It's my choice. I don't force you to not eat. It's you. And this is people thinks, even I have a lot of a question. You are not living anymore in Gaza. Why you are fasting? You are not live anymore in Gaza. Why you are wearing hijab? You are not living anymore in Gaza. Why you are doing your house chores as you are doing it? Because I do believe that I have to do it. It's not as you think. It's not easy to just get rid of my old identity and have a new identity. And also, having children here in Iceland does not mean they need to become a full Icelandic. The beauty of diversity and inclusion to bring multiculturalism. And if I have children who will
raised with the Icelandic values and also hometown values, it will make a beauty mix, a beauty blend. They would bring such a beauty to the community, and they will get their knowledge from the schools, but also they will have our own values, where we really proud of it. Thank you. It's, like you mentioned just at the end, this inclusion and not, you came back to this inclusion and not integration, and the diversity, this melding of cultures, especially what you see in your children now. What I've gathered from people is that there's like a general fear that these values, particularly what people assign as Arabic values, but as you mentioned before, it's a diverse and big culture, it's a big part of the world, that they don't align with Icelandic values, and particularly women's rights, but as you said, it's different from region to region, of course, and then particularly the rights of the LGBTQ community. Yeah. But it's just so is the answer to that is, first of all, know who we are talking to and where they're coming from, and yeah, exactly. Yeah, that's right. Yeah. Even when we are saying Western values, do we mean what do we mean about Western values? Exactly. It's quite really pissed me off when I read Western values. Does it mean it's only associated to the Western communities? I would not accept that, because I do think that back home in my country I had a really valuable values. I was I access to education, I access to work, I had the full, there are some rights that I was not able to practice, not because of the values, because of the non-democratic system, and also because of the occupation. It's quite complex. But when we are saying Western values, it's quite a question mark here, because Western value, Russia, for us who are living in Orient, is a Western country. Really? Okay. Yeah, this is what we considered Russia. We considered even USA. So far in USA, they have still discussing the right of abortion for women. In Russia, it's still criminalize the LGBT community. So it's when we are saying Western value, it's a really question marked. It's international values. The differences between a country and another country, in Iceland, considered in a top-ranked countries regarding the gender equality and also LGBT community, compared to other Western countries or Western world from our view. But as you said, and as I have mentioned, when we answered this question, not only the background, it's also the personal experiences. So someone who have lived all his life in a neighborhood did not get to know other communities. He has a totally different experience of someone has the chance to travel abroad. Someone from Gaza who lived in Rafah in the buffer zone have never even go to Gaza city, not only, or West Bank. Totally different of someone has a chance to see the world and to travel and to get to know that there are some other people who are living in this world, not even speaking the same language do we speak. Mér langar kannski líka aðeins að bæta við í sambandi við gildin og trúarbrögðin. Að og ég tala núna íslensku, en við erum með Hannes Hafstein á veggjónum og það er mjög áhugaverð auðvitað saga eins og mótmælatrúarinnar. Þegar siðbótin gerð þá er í raun og veru Martin Luther að mótmæla spillingunni innan kaþólsku kirkjuna og aflátsbréfunum, og fyrir að tala að það eigi vera beint og millilegalaust samband milli Guðs og manns, og konurnar einhvern veginn stökkva bara á þetta og hann segir allir eru sínir eigin prestar. Og þeir eru líka, já, við erum líka menn, og við erum líka þá okkar eigin prestar. Og í raun og veru, þegar kemur síðan að því að fara að heimila konum að vera starfa sem læknar og lögfræðingar á Íslandi, þá kemur það líka til umræðu að geti verið prestar. Það var mest andstæðan við það. Og það var einn þingmaður sem sagði staður konunnar í íslensku kirkjunni að sitja og þegja. Og hann var sem þingmaður, þessi prestur. Og málið það, og síðan auðvitað
geta konur orðið prestar hvað 1914. Fyrsta kona sem verður prestur í Íslandi, það ekki fyrir 1974, það Auður Eir. Og það var þegar feminismi var komið til sögunar og hann fór inn í guðfræði og allt hvað eina. Þau stofnuðu svo kvennakirkjuna og fóru að tala um Guði sem konu. Og málið það að sko eins og til að mynda sko út af því að feðraveldið, þetta veldi þar sem að konum haldið niðri og þær svona eru óæðri karlmönnum, það hefur hreiðrað sig í öllum trúarbrögðum og náttúrulega rússnesku Rúttrúnarkirkjunni, kaþólsku kirkjunni og þetta islam líka. Og það sem dálítið áhugavert eins og í islam og svona þess að ímynda þetta svo kúandi trúarbrögð, þau eru þetta vísvegar, alveg svo sannarlega sko. En það líka bara út af því að það eru kallar sem ráða og þeir túlka allt og á sinn hátt. Og svo eru konur sem stofnuðu samtök, múslimska konur sem eru allt í senn feministar, fræðikonur, guðfræðingar, aðgerðasinnar, stofnuðu samtök sem heitir Musawa í Indónesíu 2007, þessi því jafnrétti á íslensku. Og þetta eru konur sem að í raun og veru eru bara nokkuð skona eins og feminist guðfræði. Þeir eru farnar að endurskoða sko islam og sína eigin trú vegna þess að þær segja við viljum að trúin okkar og trú okkar á kvenréttindi geti farið heim og saman. Þannig að þær eru í raun og veru farnar að afbyggja alltaf trúna og svo miðaði við meginreglurnar í trúni sem réttlæti og jafnrétti. Og þetta bara svona nákvæmlega það sama og í raun og veru gerist eins og í mótmælatrúnni. Og ég reyndar með eina bók eftir að sem hafa skrifað og fjallar Men in Charge, Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition og sem náttúrulega afleitt af Kóraninum. En þær eru að vinna þetta á þessum forsendum og það kannski líka vegna þess að eins og í mörgum ríkjum þar sem að islam ráðandi þá þetta svo samþætt daglegu lífi. Þannig að miklu frekar en hér þar sem meiri aðskilnaður svona milli trúarbragða og kirkju. En þannig auðvitað verið að reyna að gera það verkum að þessi trú verði ekki svona akkillesarhæll kvenna og hindrun í vegi framkvæmds kvenna. Og eins og ég segi, ef þú ert ekki nógu góður fyrir Guð, ertu þá nógu góður til að vera stjórnmálamaður eða forseti, þú veist. Út af þetta hefur svo mikið áhrif á auðvitað viðhorfin líka eins og gagnvart konum. En þetta mjög mikið að gerast innan annarra trúarbragða og ekki síst islam, þar sem við verðum svona endurskoða þetta út frá kvenréttindunum. Og ég tók eftir því þegar ég var til að mynda að vinna í Palestínu, það var oft rosalega tókstrita hjá kvenréttindakonunum, þú veist, út af því að þær fannst það bara geta gengi ákveðið land án þess að vera í raun og veru að ganga gegn því sem hefðbundið var talið vera staður kvenna, eins og þeirra kemur á arfi og þeirlikt. Og þessar konur í Musawa, þær eru að skora þetta ansi mikið á hólum. Mjög áhugavert. Já. Og líka minnir okkur á bara eins og þú nefndir fyrir rúmlega 100 árum. Já. Þá áttu konur bara að sitja og þegja í kirkju. Já. En ég held að fólk, kannski ég bara líka segur þetta sjálfur, alltaf ímynda sér að tíminn sem að lifir í núna sé svolítið eins og það hefur alltaf verið og fólk vill einhvern veginn varðveita það. Já, nákvæmlega og líka eins og það svo áhugavert út af nú var ég að vinna í Palestínu sem hún Asla gefur og við vorum eins og að tala kosningarétti til kvenna og við vorum að horfa myndina The Suffragettes, þeim konundar í Bretlandi sem að börðust fyrir kosningarétti kvenna þar. Það tók það 50 ár. Og samkvæmt rannsóknum, út af ég hef svona sérfræði þekkingu í að greina orsök svona átaka, vopnaðra átaka og svona friðarlausnir, þá tekur það svona 10 ár friðsæli barátta áður en fólk grípur til vopna og fer að berjast fyrir réttindum sínum og eða gegn kúgun með vopnum. En það tók 50 ár í tilviki þeirra. Þær voru mjög og þá fóru þeir að hlæja konurnar og segja já við konum svo þolinmóðar og svo skellir hlóðar. En það voru líka já Magnea, tók þetta svona langan tíma fyrir ykkur að fá kosningarétt og ég sagði, já hvað heldur við bara fæðst með ykkur silfiskeið í munninum, skilur, nei, það er þetta að berjast fyrir þessu öllu saman. Já, og það frábært að sjá myndir, til dæmis frá Túnis í arabíska vorinu, þar sem að konur ekki síst þustu fram á göturnar og börð fyrir réttindum og þarna Túnis kannski besta dæmi jákvæða þróun sem varð eftir arabíska vori, því miður var mikið bakslag annars staðar. En þetta bara eins og myndirnar frá 7. áratugnum í Evrópu þegar konurnar
mættu í mótmælagöngunni og heimtu að fá réttinda á við kalla. Og þetta gerist fyrst svona, þú veist, eftir seinni heimsstyrjöldina þegar konur eru búin að vera út af vinnumarkaðnum. Þeir vilja ekkert bara, þú veist, vita alveg að þeir geta gert nákvæmlega sem hlut og kallar, vilja ekkert fara aftur bara heim og hugsa heimilið og fara að mennta sig og þegar að fara inn í menntastofnunar þá fara þeir að hafa áhrif á orðræðina. Ég meina, þú veist, þeir fara að búa til hugtök sem lýsa reynsluheimi kvenna, kynferðisleg áreitni var bara ekki til sem hugtök fyrir 1976 held ég eða 9, man ekki hvað var. Og svona, þannig að þetta er í raun og veru, já, og hérna svona sama þróun bara á öðrum tíma og öðrum stöð. Ef ég má bæta við þetta, það er tvennt, sko, tala konur og þetta er byggt mjög mikið á staðalímyndum. Margir Íslendingar byggja sín málflutning eins og við heyrum það í dag. Það er byggt á einhverju staðalímyndum sem er búið að presentera, ef ég má sletta ensku, sem sagt í fjölmiðlum eða af einhverjum stjórnmálamönnum, hugmyndirnar þeirra, allt í einu verða einhvern svona gildi fyrir konur sem eru að koma frá Miðausturlöndum eða fólk almennt frá Miðausturlöndum skilgreina ekki hvað þetta liggur á. Ég kem frá mjög fjölmenningu samfélagi út í Bosníu, Herzegovinu, þar sem ég ólst upp með mörgum trúarbrögðum og mörgum þjóðernum, að þetta ég vissi ekki og ég bara er mjög hreinskilin fyrir 29 árum þegar ég kom til Íslands. Þú veist, ég upplifði Íslendinga mjög, hvað maður segir, já, bara þekkingalítil og oft jaðra þetta við heimsku. Það ég á að vera mjög heimskuleg. Þú veist, heimskura þýðir mjög fallegt orð á íslensku því að hún er miklu ljótari þýðing í mínu tungumáli. Þetta er eitthvað svona að þú sittir heima og ekki vita betur í raun og veru, að eins og þú sagði svona sveita svona menning, vegna þess að ég vissi alveg hvenær Íslandingar áttu jólin þeirra var 24. desember og 25. desember var jóladagur, en engi vissi að ég er bosníu-muslimi sem er eins og hún segir, ég sitt hérna sem muslimskona frá Bosníu og er ekkert hiljuð eins og með hijab eins og hún. En það eru til svoleiðis konur úti líka, þannig ég elst upp í rosalega miklu fjölmenningu og tala við höfum líka mörg, ég get sagt frá mínu heimlangi akkurat hvaðan fólki kemur, frá hvaða borg og hvaða bæ og frá hvaða sveit, bara með þessa málísku sem eru til. Þannig minn fjölmenningaheimur er miklu stærri og sterkari heldur kannski íslenskur. Það er það sem ég vil segja. Þannig þetta er svona ólíkt, en ég held við þurfum ekki þar sem við þurfum náttúrulega fræðast og ég náttúrulega vill og er að leggja það inn í samfélagi að við vitum meira og það komum við þar sem Nasla var að tala áðan að það sem skipti gríðarlega miklu máli fyrir flóttabörn og innflytjendabörn og það er akkurat þetta og ég held að ef við gerum rannsóknir einhvern tíma að það myndi örugglega koma mjög sterk skýring að það er það að við pössum ekkert upp á sjálfsmyndina barna og ég hef verið að fræða krakkana í skólanum og það eru tækjatól sem við getum notað í okkar kerfi einmitt til þess að undirstrika það skiptir gríðarlega miklu málið börn sem koma frá Palestínu þau halda sitt sjálfsmyndirna sínar frá sínu heimalandi alveg eins og þau fara svo út fyrir sitt heimili og fara í skóla og fara í íþróttir að þau vita af hinu líka sem er íslensku heimur og geta tekið og meðhöndla bæði að þurfa ekki þegar þau vera 18 ára gömul taka ákvarðanir ég ætla að vera Palestínumanneskja eða Bosníumanneskja eða Íslendingur, ég get verið bæði og ég hef oft spurt út í þetta í dag og ég oft segi, ég á börn líka, ég á 4 börn á Íslandi, þau upplifa sig, maðurinn minn skildi ekki að hverju börnin mín upplifa sig svo mikið bosnísk og hann sagði við mig þegar við kynntumst á sínum tíma fyrir 15 árum síðan, af hverju þau svo mikið bosnísk og ég segi, ég er stolt af því, vegna þess börnin mín hafa aldrei setið klukkutíma í sérkennslu eða farið sérskóla vegna þess að þetta er innbyggt hjá þeim, þau lærðu bosnískuna, lærðu móðurmálið sem var góð undirstaða fyrir það að þau gátu tekist á íslenskuna, lært hana vel þegar þau fóru á leikskóla, 2 ára gömul
og ég var fordæmd fyrir þetta á sínum tíma, þetta nú ansi langt síðan, en þetta mjög mikilvægt. Börnin mín upplifa sig jafn miklir Íslendingar og Bosníumenn í dag og þetta það sem við þurfum að leggja áherslu á í skólanum, það allt og lítið, það eru gerðar rannsóknir, það eru í 190 löndum með gerð rannsókn, það rosa lítil áhersla lögð af fólk sem kemur frá mismunandi heimum og álfum eða hvernig sem þú vilt orða það, að þau halda í sína sjálfsmynd. Það að segja, hvort sem matur, tónlist, hefðir, síður, jól, því ég með mína fræðslu, því ég tala það, krakkanum í skólum og kennarunum og fleirum finnst mjög áhugavert, sérstaklega krakkanum því ég held 3 jól á ári. Það að segja 2 bosnísk og 1 íslensk jól og það eru pakkar á öllum jólum. Þeim finnst það mjög áhugavert. Börnin mín hafa alist upp við þetta, fólk sem umgengist mér hafa alist upp við þetta líka. Og ég þurfti ekki hafna mínum gildum til þess að vera Íslendingur, vegna þess að ég jafn mikið Íslendingur og ég bosníukona, vegna þess gildin eru ekkert öðruvísi, vegna þess ég tek inn ný gildi, ég læri bara ný gildi og læri umgangast þau. En ég held líka mínum gildum áfram sem eru bosnísk gildi, þar með að halda jól á mismunandi tímum ársins. Þannig eins og hún segir, hún getur Nasla, hún getur fasta hér á Íslandi, það truflar enga, en mér finnst gaman eins og ég boðið Magneu við þekkjumst, við höfum unnið saman og núna jólin, þegar var Ramadan og það var boðið mér og ég mátti bjóða hverjum sem með mér að fagna þessari hátíð, þegar sólin sest og við fengum öll að borða saman. Það bauð ég vinkonum mínum með til þess að upplifa þetta, þú veist, og þarna maður lærir að vera umburðarlyndur, þarna samblöndun menningaheima mjög jákvæð. Það ekkert öðruvísi við það að vita af hinu, hvað maður segir, að hinu ekki, þú veist, jú öðruvísi, en hinu sem þú þekkir ekki, það ekkert að því að kynnast því. Mér finnst kannski líka mikið að líta mitt, það þetta margt í menningu, mismunandi landa, sem bara mjög jákvætt. Eins og þú veist að fasta eða halda á Ramadan og Eid og jólin og allt þetta. Og en svo eins og í svona fjölmenningaríkjum náttúrulega, eins og Bandaríkjunum og Kanada, þá fjölbreytileikinn bara fínn, en svo einhver sameiginleg gildi sem límið og allir tileinka sér. Og náttúrulega í Bandaríkjunum það náttúrulega stjórnarskráin og mannréttinda sáttmálinn þar, Bill of Rights, það eru gildin sem allir eiga sameiginleg og það náttúrulega gildin sem þú veist eru líka gildi eins og í Kanada. Og auðvitað á Íslandi þá eru hér frjálslynd og lýðræðisleg gildi og mannréttindi og það eru auðvitað þau sem skipta máli. Allir geti verið sammála um það, hvort þú fæddur á Íslandi eða aðfluttur. En svo getur þú haldið auðvitað í margt sem í þínu minningu bara jákvætt og eins og Nasla sagði, skaðar engan. Þetta bara eins og frelsishugmynd Mills og mitt frelsi svo framanlega að þegar maður takmarkir ekki frelsi eða skaða frelsi annarra, þá það bara í fínu lagi. Og það sem áhugavert að auðvitað þær báðar og ég nú haft bara búið í beggja þeirra heimalöndum að það til dæmis þau eru miklu fjölmenningalegri að þessi leið sem við erum búin að minnast á eins og út að þar eru kristnir og þar eru múslimar og náttúrulega gyðingar í báðum löndum og svo líka réttrúnaðar trúin í Bosníu. Þannig að það alltaf mismunandi frídagar eftir því hvaða trú þú tilheyrir og þú áttu kannski bara 10 frídaga á ári en þú velur frídagana sem sem tilheyra þinni trú og svo í vinnunni skilurðu þegar að kannski kristnir eru að fagna sínu. Þannig að það og svo kannski einn og einn svona sameiginlegir frídagar líka. Yeah, we have in Palestine, for example, if you are a Christian, then we even take a day off. Yeah, definitely. So we have, it's the same. Yeah, and celebrate together. Exactly. We celebrate together. In Gaza, yes. we have only before the war, we have only 7% of the population are Christian, but but we celebrate the same days together. So they take our the Muslim houses free, and we take their days free. But it's quite we have
regarding the rules, we have a certain numbers of the day off. But here there's a really good point that Yasmina mentioned, that when we are talking about inclusion, Australia, for example, my sister, now she's in Australia, and they have a really nice example of inclusion. It's like a successful, like Australia or Canada, they have a really successful example for New inclusion. Zealand. And I think from political makers, we need more rauda gjá frá borg til að fara þangað and learn. One of the really nice things that we faced, my sister does not face there, that when the kids reach a certain age, they have within the school system mother language learning. So and this could be happening in Iceland because we have a huge number of Ukrainian that are coming to Iceland. Then it could be a class by their a choiceable subject in the school. And she does not face. I have to pay for my kids to learn Arabic because it's really so important for them to learn our language. And also, as a Palestinian, we have an extra burden because of our specific case. We need to raise our kids to be Palestinian before anything else, until we get our freedom. And also, it's a duty for everyone who flee from Palestine. We flee from our country because we do not have any option. So as long as you succeeded to survive, you need to do as best as you could to inherit your cause and also to grow up your kids working for Palestine. The chance that you had to be safe, the chance you had to to know the word, the chance you had to learn more languages, because the situation back home, it's quite difficult. It's a privilege. I think Icelanders do not know how privileged they are, literally. And even when I speak, I come to my mind a conversation with my friend. She's a doctoral, and she Saga Sérfræðingur. And she was saying, I did not come to my mind how privileged that I am. And I told her that for me, as a Middle Eastern woman, every day is a battle for me. And it's not a battle because I have the rights here to Iceland, but to approve to the rest of the world that I access to this rights, it's a battle. And also we have our oral history, it's not written. Culture is not a written history, it's an oral history. And it's differentiated from one person to another person. So what we have been taught since we were young, it's quite different of what Icelandic women have been raised to do. So as a Palestinian mother, I was raised to take care of my kids and to teach them very well how to preserve our heritage and how to preserve our identity. However, it's not the same duty to my husband to teach them that. It's mainly on the women to preserve our identity. I know this could be against gender equality, but this is how we were observed our culture, and it takes time to change. And we don't bother it. We don't say it's wrong. I say I'm so proud to take this role. I'm so proud to teach my kids and have the responsibility to teach my kids. They have a really make a cause in their life. They are not growing up in Iceland just to be privileged as other Icelanders. No, you are grown up in Iceland to know that there are other children in your own home country suffer. I have the responsibility to raise them to know that while you are here having the safety, while you are here have food, while you are here have the best education, while you are here are able, you are 6 years old and you speak 3 languages so far, the kids at the same age of you don't even have access to education since 1 year and more than. And I'm quite happy. However, when you are talking about gender equality and gender equity, it should be a shared responsibility between men and women. But we, as Palestinian women, we are so proud to take the full responsibility
of this role because we are so proud to raise children who would be responsible. And I want to add point here that imagine this responsibility, how our kids will become in the future. Like imagine like when you are raising a kid to be responsible as young as he is now, how he will be in the future. When you are raising a kid to speak at least 3 languages, it's a fortune. It's a human resources, not for me. It's a human resources for the country. It's a human resources for Iceland. And I really wish that not only Icelanders, but also the system understand that what we brought for this country more valuable than they could imagine. We brought our kids here, and we have the full responsibility to flourish them. We have the full, yes, the system, they are going to the school, they are doing that, but we are the one who have the burden to learn Icelandic and teach them and work with them verkefni. I don't have someone to teach my kids or read with them. It's my full responsibility to do that. I spend 2 hours every day to learn Icelandic and also to read with my kids. And what we really want from the Icelandic community and even leaders and politicians to understand that. It's not like, not in one day and one night we will become like fluent in Icelandic. We will not take part in politician in one night. And also, one really point that I was part of Mignia program, which is a really magnificent program, and I really appreciate it, and I wish that we have more people involved in it, and we could reach more people. We come from countries that we have not experienced freedom of speech. We have not experienced to take part of democratic process. And it's not easy for us to practice it in one night and day. We still feel that even if we have a voice, it will not be heard. We still feel that even if we will get to know how to practice in politician, our voices will not be heard. So it's a mutual process. We need to reach refugees, immigrants, and it's like, yeah, you have voices, and we would like to hear your voices. And we need also, on another part, politicians, policymakers, to prove that your voices are being heard. Your voices are taken seriously, and we consider you part of this community. Because I will not leave Iceland, like even for me. Neither. Yeah, I will not leave Iceland. I don't You have are even, with exactly. Like, when you study my case as a refugee here, and all the 300 Palestinians who flee to Iceland, even for the upcoming 10 years, do you think there's a solution? We are stuck in this country, stuck in the positive way. I'm not saying in a negative way. But these are 300 people who come to this country. They are wealth. They are human resources. We need to invest them. We need to think together, mutual, how we could invest in these human resources to be a part of the community, to include them within the community. We could like spend some money in the beginning. We need efforts, we need money, we need policies, we need, but we need them to get out from where they are and tell Raise them them that up. exactly. Exactly. You are here. We wanna take your hand to express what you would not be able to express, to live what you would not be able to live. Most of the Palestinians last year and currently have a mental issues, have a really bad health issues. And despite, they have to go to work, they have to practice their life, they have to do whatever it is need to be. But if we just take 1 minute to think what we could provide for them to give us back, it's a mutual, it's a win-win station. We will give you safety, we will understand your situation right now, but in return, in the future, you will give us the human resources of what we need. And also, as Yasmina mentioned, when we came to this country, I came with a master's degree. I even studied gender studies here in Iceland. I studied English. So it might take time from me to adopt the new culture education, because totally different system. What was applied in Palestine, totally different. But what if you give me this space? What if you give me this chance? Like
It's maybe could be costly. And this is what I don't like within the system when they are started to talk about money, when they started to calculate that one refugee cost us like 100 million per year. But this 100 million, if you invest it correctly, if we started to speak with these people, how we could in 1 year together be in a right position where you can be benefited to the society. This is En ég meina eins og sko bæði Nasla náttúrulega og maðurinn þinn, þau eru bæði flóttafólk, þau eru bæði einmitt rosalega vel menntuð, koma hingað til Íslands. Íslenska ríki ekki búið að þurfa að bera neitt kostnað fyrir menntun og þau eru bæði að vinna og þú veist borga sína skatta og skyldur. Þannig að þú veist þetta það skiptir rosalega miklu máli að átta sig á þessu líka, þú veist, þarna er þetta að spara. Já, til lengri tíma litið, en Íslendingar hafa kannski líka, þetta skýrist líka kannski opinberri stjórnsýslu, af því ég er náttúrulega stjórnsýslufræðingur og stjórnmálafræðingur líka reyndar, en þú veist, það skýrist sko, þetta er svona, við erum tiltölulega ný og við erum að díla við þessu áskoranir líka, samhliða að stjórnsýsla er tiltölulega ný. Við erum ekki að tala samgróna stjórnsýslu eins og í mínu heimalandi sem er búið að vera í fleiri ár. Þannig það er líka þarna að þessi, eins og Magnea var að tala langtíma plön, stefnumótun, þetta er eitthvað sem þekkist í þessum löndum í kringum okkur miklu betra kannski heldur á Íslandi og við erum svolítið í því að slökkva elda og ég er alltaf svo bjartsýn að eðlisfari og ég veit þetta mun lagast í framtíðinni og þess vegna erum kannski við komin hér til að ræða þessa hluti bæði sem Magnea segir og Nasla. Þú veist, við þurfum að finna þetta, hvernig við getum unnið þetta saman en ekki stilla alltaf einhvern veginn upp á móti hvort öðru. Ef þú gerir eitt, þá getur ekki gert annað. Það er ekkert annað hvort eða. Við getum gert þetta bæði og við getum gert þetta vel. Þetta snýst bara forgangsröðun mála og það er fólk eins og ég og Magnea og fleiri, svona reynslusögur, sem geta hjálpa okkur inn í þessa umræðu, en máli er það að það er líka þetta sem Nasla er að tala að það vill oft ekki fólk að heyra þetta, vill oft telja að innflytjendur hafa kannski ekkert eins sterka rödd, þú myndir kannski frekar hlusta á Magneu heldur hlusta á mig eða hlusta á þig Magnús heldur mig þegar ég segi eitthvað og ég hef ítrekað lent í þessu að ég er að tala sama hluti og sömu lausnirnar en það ná ekki gegn vegna þess að ég sé ekki nóg mikið íslensku og ég heyri það mjög oft. Þú veist, ég er að tala alveg litalausu íslensku næstu því og ég heyri að tala hana 90%. Þetta er bara sagt við mig til að gera lítil úr því, þú veist, til að setja mig á einhvern stað og ég þarf alltaf að berjast að ég hef þessa rödd og þess vegna skiptir mér svo rosa miklu máli, bæði barnanna mína vegna og að því við erum að tala börn og þau taka við og þú veist að við þurfum að lyfta fólki upp, við þurfum að lyfta konum upp, við þurfum að líka karlmönnum upp sem eru á erlendum uppruna til þess að taka þátt í þessu. En við þurfum líka stuðning Íslendinga með okkur í liði eins og Magnea aldeilis búið að vera undanfarin ár að styðja við þessa þróun og ykkur hér sem situr í sal og þið þarna úti, við þurfum og ég skora á ykkur að styðja við þetta snýst svo rosalega mikið bara svipað og kvennaréttindabaráttu og baráttu transfólks og allt þetta er nákvæmlega sama uppskriftin. Nú þarf innflytjendur og flóttafólk þennan stuðning og við þurfum að skilja. Það þarf ekki að vera alltaf sammála, ég er ekkert endilega sammála því við þurfum öll að vera sammála það er ákveðna leiðir sem er hægt að fara misjafnt, hvort sem er hægri eða vinstri eða hvernig sem þau vilja hafa þetta en það snýst þennan stuðning að stilla ekki þessum hlutum ekki upp á móti hvort öðru vegna þess við græðum ekkert á því það er engin lausn ef við ætlum að búa til þarna hóp reyndar ég er ekkert sammála að við séum 63.000 innflytjenda á Íslandi, það er 78 held ég þúsund, það er rétt tala, já ég veit, en það er tæp 80.000 innflytjenda á Íslandi í dag og 40 og eitthvað % sem er komið bara síðustu árin, sem er gríðarlega mikið og það er hópur sem við þurfum svolítið einblína á að styrkja þeirra sjálfsmyndir
að styrkja þeirra móðumálið, styrkja þau til þess að þau koma sterkari til samfélagsins, til þess að þau geta reisa upp, við getum lyft þessa raddir upp og styrkja þau í því, vegna þess að við viljum ekki sjá, ég vil ekki sjá börnin mín að þurfa að díla við þessa fordóma sem ég þarf að díla við í dag, vegna þess að þau eru Íslendingar, þau þekki ekki neitt annað, þau geta haft bosníska en þau með erlenda bakgrunn, það mjög gott vegna þess að þau þurfa að fara heim til hitta og afa á frönsiskinni og hafa bakgrunnin þar til að mynda þessi tengsl, vegna þess að það skiptir mér máli, vegna þess að ég á engin tengsl, vegna þess að ég þurfti að vera á flótta. Ég hef engin tengsl við og afa á frönsiskinni og svona, vegna þess að þau eru bara slitin og tekin af mér. Ég vil ekki að börnin mín skorti þess, þannig ég að rækta það og eins og Nasla segir, þetta allt á minni ábyrgð. Þannig þegar ég kenni börnunum mínum samhliða bosnísku og lesa og skrifa og allt þetta, ég kenni þeim líka íslensku og ég þarf líka sinna enskunni og dönskunni. Og þetta skiptir allt miklu máli. Ef við fáum stuðning, ef fólk sem að koma hérna og fá þennan stuðning í skólakerfinu og við tölum öll fyrir því að þetta sé gott, vegna þess að þetta eru fræðin sem segja okkur það. Ég fann þetta ekkert upp, ég lærði hérna á Íslandi og ég lærði þetta, að þarna grundvöllur að stjórnmál og kerfi styrki það, þannig við fáum miklu sterkari og betri einstaklinga út í samfélagið, að því flóttafólk sérstaklega, eins og hún segir, við erum með fólk sem heima núna, sem að díla við geðrænan vanda kannski, það vegna þess að við erum einangraði, enn meira, og við erum að segja við þau, ef stjórnmálamenn taka þessa umræðu þarna úti að það sé hægt að mismuna fólki og þau mega ekki tjási og vera hyljuð og þau eiga bara að vera Íslendingar, við eigum bara að kenna þeim hvernig þau eiga að vera Íslendingar, það röng skilaboð, það verið að segja að þið ekki hluti af samfélaginu, við viljum ekki hafa ykkur hér, það ekki leiðin af þessu sem ég hef hugsjónir með, samvinna, samtal, vera ein heild og við erum ein heild þó við komum með mismunandi bakgrunn, þá þurfum við samt, ég mun alltaf tala fyrir Íslendingum og Ísland og hvað æðislegt að búa hérna og hvað frábært og við öll munum gera það, en það gerist ekki. Á einhverju tímapunkti verður bara þannig að ég verð bara að segja, eins og ég hef hitt einstaklingar sem búið að læra mjög góða íslensku, neita að tala hana, vegna þess allstað sem þau koma, það bara sviss leið og ég lendi í þessu, leið að sjá kennitöluna mína, því ég sé búið kynna með íslensku og búin að vera með aðdraganda af erindinu mínu, hver kennitalagin og ég gef hana upp og þá kemur bara, já, og byrja að tala við mig bara á ensku og ég þarf að segja við fólki, nei, veistu það, ég Íslendingur, þú þarf ekki að tala. Þetta vil ég ekki lenda í. Ég hef ekki lent í þessu fyrir 29 árum síðan, en ég að lenda í þessu núna í dag sem segir mér að veruleiki breyttur, að því orðræða breytist, að því stjórnmálamenn að leyfa sér að tala með þessu hætti sem þeir að gera, þau hafa áhrif á orðræðu, umræðu, viðhorf og þróunina í þessu málaflokki. Þannig og einmitt. Ef ekki hérna að heyra hans frá ykkur hér og þeir sem eru líka á netinu endilega skrifa eitthvað inn. Ég skal kannski byrja. Já. Ég smáta aðstöðu mína, þannig með mikrofónin. Takk fyrir. Það búið að vera yndislegt og fræðandi að hlusta á ykkur. Við gleymdum að fá kynningu hjá ykkur í upphafi. Þannig að þið segið aðeins betur frá ykkur hvað þið heitið, hvað þið komið og hvað þið hafi verið að starfa við. Já, auðvitað. Og áður en þið gerir það, þá langar mig að segja, svo margir Íslendingar hafa búið í útlöndum, ég þar með talin, og auðvitað erum við alltaf fyrst íslensk og svo erum við í útlandinu, auðvitað eru þið sem komið hingað, þið eruð fyrst, það sem þið eruð, það hafði alltaf verið og svo eruð þið íslensk og það bara mannréttindi og það breytist aldrei og það eitthvað sem að mér finnst við eigum ekki svona þurfa að ræðum því það svo sjálfsagt og alveg sama hversu lengi sjálfur mín Íslendingar búi í útlöndum, við erum alltaf upptekin af því að þau séu íslensk, þannig að það eru bara mannréttindi. Þannig að, og þetta, vegna þess að ég pældi mikið í þessum málum hérna áður, þetta sem þú nefndir að kunna að styðja fólk í móðmálskennslu, það hljómar einhvern veginn gigantískt og óviðráðanlegt að það eru svo margir og frá svo mörgum löndum, en þegar það betur skoða þá er það lykilatriði að þú verður að hafa móðurmál til að geta bætt ofan á það er það sem fræðin segja
og það alls konar leiðir í nútíma netheimum til þess að gera það á auðveldan hátt. En ég skal kannski biðja ykkur núna að kynna ykkur almennilega. Það svona búið að koma í ljós í umræðunum en bara svo fólk heyri almennilega hvað þið komið og allt þetta. Takk. Á ég svara? Já. Okay. Það er gott að þú minnist á þetta, en ég heiti sem sagt Jasmína og er búið hérna í 29 ár, fædd uppalinn í Bosníu-Hercegovinu, en er búið að búa hér lengur heldur í mínu heimalandi og helmingi lengur heldur í mínu heimalandi og kem upprunalega einmitt frá stríðshrjálflandi en kem þegar stríðinu lauk og þannig ég kem sem innflytjandi en beint úr flótta. Ég var í raun og veru í flóttamannabúðum áður en ég kem hérna til Íslands. En ég hef menntað mig hér á Íslandi og er stjórnmálafræðingur og með diplóma í opinberri stjórnsýslu og er að læra stjórnun, er í MBA-náminu í Háskóla Reykjavík við stjórnun og ég hef starfað bara við ýmsu, byrju bara frá því að starfa í fiski á gólfinu í skólanum og vera svo stjórnandi hjá Reykjavíkurborg yfir alþjóðateyminu svo kalla og núna er ég sjálfstarfandi og reyna að fræða fólk þennan málaflokk vegna þess að ég stefni önnur mið og reyni svona að nýta að yfirfæra þekkinguna og skilja hana eftir í fyrirtækjum og líka skólum og fleiri. Þannig, já, svona í stuttumáli. Ég er gift á 4 barna móðir og við eigum saman 7 börn og 9 barnabörn, þannig það er 4. Já, ég heiti Magnús Mannsdóttir og fæddu uppalinn á Akureyri og ég hef ég lærði stjórnmálafræði hérna heima og fór svo að læra alþjóðastjórnmál í Bandaríkjunum og svona eftir það þá fór ég að starfa á svona svæðum við svona þróunar og mannúðarstörf eins og í Afganistan og Tansaníu líka og Bosníu-Hercegovinu og Kosovo og hernumdusvæðinum í Palestínu og svo líka Ísrael. Og hér heima hef ég nú unnið, svo sem ég er svona hálfgerður nómad þegar kemur að störfum, það er samt rauður þráður sko, en ég hef meðal annars starfað í jafnréttismálum í ráðuneytinu hér heima og Alþingi og einmitt við móttöku flóttafólks með Jasmínu og þannig að já, ég kom svo sem víða við. Já. Ég heiti Nasla. Ég kom til Ísland cirka fyrir 6 ár. Ég kem til Íslands til að læra jafnréttindi hjá Háskóla Ísland og áður ég kom til Ísland ég vann hjá UNRWA, United Nations for Palestinian Refugees. Ég var stjóra sérfræðingur. Þarna bara það að læra fólk fleira jafnréttindi og fólk jafnréttindi og þegar ég kom til Íslands fyrst ég vann að tulkur og ráði ekki á því það er erfitt fyrir mig til að segja Suðurnesbæ og núna ég vann að arkitekt hjá fyrirtæka þarna bara ekki svo stór fyrirtæka Arshús og ég er rithöfundur, skáldur og hvað fleira ég á 3 barn, eina stelpa og 2 synir og ég er gift, maðurinn minn líka hérna á Íslandi, ég er heppin og ég vona að flóttamenn til að hafa fleiri rödd á Íslandi og ég vona að vinna og gera miklu betra í þetta máli. Ég bara reyni að tala íslensku, ég læra íslensku. Umræðu. Mér finnst skipta, Jasmína nefndi það sem er svo mikilvægt, tungumálið. Og ég
ég ferðast mikið, ég keyri ekki sjálf, ég ferðast mikið með ferðaþjónustu fallar og aldraðra. Og það er ég þekki orðið nokkra bílstjóra. Það er einn bílstjóri, hann er 50 ár, hann hefur búið í 50 ár í Íslandi. Hann var ættleiddur nokkura mánaða frá Sri Lanka. En hann er ekki alveg bláhvítur. Það er örlítið litur á honum. Allir Íslendingar byrja að tala við hann ensku. Og þetta, sko, mér finnst þetta svo skrítið. Það er svo yfirlætið í okkur. Fyrsta lagi að við höldum öll að við kunnum ofboðslega vel ensku og það er ekki rétt. Og svo ef við heyrum einhver tala kannski pínulitlir hreim, örlitlar málfoss, þá fara allir að æða ensku. Nákvæmlega. Og þar sem Jasmín veit hvað ég bý á Vítatorgi, þar búa mjög margar sem vinna erlendar konur. Og svo þegar kokkarnir í eldhúsinu, þetta hugur, ein kona sem er frá Filipsheim, búin að búa hér á landi hvað 20-30 ár. Hey, Jasmína, Stefanie, sko hún var auðvitað að taka upp íslenskt nafn þegar hún fekk ríkisborgar. Hey, Stefanie, it is 500 krónas. Af hverju óskopnum segir maður ekki, Stefania, þetta eru 500 krónur. Og þetta er vandamál hjá okkur. Að við lítum svo stórt á okkur við Íslandinga og allir fara að tala ensku. Ég get alveg viðurkennt þegar þú vorst að tala dönsku. Ég fer ofta á málþing og fundi, oft í Norræna húsinu. Ef ég veit að einhver danskur að tala, þá sendi ég fyrirspurn. Talar það dönsku? Ég skil ekki dönsku. Ég lærði dönsku í barnaskóla, gagfræðaskóla og menntaskóla, öll árin í háskóla. Ég skil ekki tala dönsku. Þetta hefur líka komið fyrir mig, maður þarf bara að vera í útvistafötum á Laugaveginum og þá fyrir Íslendingar að tala við mann ensku. Mér langar að segja eitt í samtíð þetta kannski. Það er líka sko það sem að, þú veist, heitir öráreiti á íslensku og microaggression á ensku. Málið er það að sko maður náttúrulega lærir, þú veist, þetta þar einmitt er eitt af því sem að þarf vel að kenna í skólum samhliða auknum fjölbreytileika. Út af ég til dæmis, ég meina talandi einhver frá Sri Lanka, mannesku sem fættu uppálinn vinkon mín í Danmörku og við vorum eins og lest og svo kemur lestaferðurinn að taka miðan og hann byrjar að tala ensku og hún trompaðist. Og ég var eitthvað svona aðrjóska að bara slaka það á, en sko, þú veist, þegar þetta gerist 5 sinnum á dag, þú veist, hún talar sko óaðfinnanlega dönsku, hún er svo þreytt á þessu og þetta er þetta gagnkvæmnin, skilurðu, það sem fólk verður að læra, að þú veist, og svo bara þegar fólk vill segja eitthvað meira sitt sjálf og svona, í stæðan fyrir alltaf að spyrja, já, hvaðan kemurðu? Asíu? Nei, hvað er raunverulega kemurðu? Þú veist, og allt þetta. Og þú veist, þú bara lærir þetta alltaf sko, að hætta að spyrja svona, þetta eru þetta ekkert illa meint, en þegar fólk fær kannski svona spurningu mörgsum á dag og mörgsum í viku og mörgsum mánu og mörgsum ári, þá ferðu bara upp í kók út af því að og þá þú ert meira en spurning hvaðan ertu. Já, þú verður bara að leyfa fólki að segja það þegar það er bara illa er tilbúið til þess og svo framvegis. Forvitni raun og veru heldur bara vilja fá útskýringu af hverju þú ert öðruvísi en ég. Málið það er endurskilgreining hvað kurteisi er. Sko í raun og veru að þá, þú veist, út af við skilgreinum hvað er kurteisi og hvað er dónaskapur. Og í raun og veru þau eru komin í svona samfélag þar sem að sko, þú veist, fólk er á alls konar mismunandi uppruna, þá getum við skilgreint þetta sem ókurteist, að vera að spyrja svona trana svona alltaf spurningum upp á fólk. Þú veist, það er bara dónaskapur. Þú veist, þú verður aðeins að pæla í því. Þú veist, hvernig þú þarft að aðlagast. En það er akkurat þessar kröfur að magnar, það sem ég vísa í, þegar ég oft lendi í þessu að útskýra þetta fólki, sérstaklega á netinu og svona auglítið til auglítis. Það er einmitt þetta að þetta er svo mikið íslenskt að spyrja hvaðan ertu. En jú, það er rosalega íslenskt, en þegar þú ert að tala við innflytjenda, þá er þetta áreiti og þú þarft bara að vita það og ég fæ oft spurningu hvaðan kemur þessi kona, þú veist, ég umgengst alls konar fólk og ég spurði daginn vinkonu mína sem er þildökk, hvaðan kemur hún? Þú veist, ég er búið að þekka henni mörg ár, ég hef aldrei spurt hana.
Þetta ekki fyrsta. Já, akkurat. Og hvað gerirðu og svo hvað næstu? Já, þú veist, en þetta áreiti. Þakka ykkur fyrir mjög áhugaverðar umræður og þarfar. Það er kannski þar sem er ekki hvað síst mikilvægt. Og mér finnst við erum svolítið að vera að tala sko, við þurfum að hjálpa, Íslendingar þurfa að hjálpa og taka á móti og sýna skilning. En sko, við þurfum líka að hjálpa Íslendingum. Ég veist, þeir þurfa hjálp sko, því að þeir kunna þetta ekki. Og það náttúrulega bara, þú veist, það söguleg skýring, við erum búin að vera bara öll eins alveg þar til bara hitti fyrir eða eitthvað þegar allir fluttu hingað og við þurfum að sko, en þeir náttúrulega aðeins búin að vera að tala um það núna, þetta var partur af því að sína kurteisi í því, þú veist, og virðingu hvert og annað, en eins og sé ég, það hefur verið svo gaman að hafa fleiri pólitíkusa þó við erum alltaf kannski, en sko, hvað hyggst þú veist, þetta stórmál í okkar samfélagi líka núna, að við megum ekki skapa þessa gjá sem að maður hefur svo víða sést gera og svo mikið verið að ala á út allan heim, akkurat núna. Og við veitum að það verður fleira fólk á flækingi, eða sko, Íslendingar erum alltaf á flækingi og við verðum að mennta okkur í öðru löndum og búið með öðru löndum og vinna í öðru löndum og allt það, okkur þykir það sjálfsagt. Að sko, við þurfum bara að læra þetta og hvað þú veist, ég veit að nú tíminn að verða búin en ef við getum bara hver og einn farið í gegnum það, hvað myndi vera einhver svona 3 atriði sem myndi segja, hvað myndi biðja venjulega Íslendinga vera, ég myndi segja ekki vera svona hrædd sko og eitthvað. Já, ekki segja hrædd, það er miklu fætt. Já, nei, menna Íslendingar eru svo hræddir við. Já, Íslendingar alltaf eru svo hrædd og þegar ég byrja að tala við Íslendingar þá bara strax tala þá ég bara mista allir bara samtal, ég bara læri íslensku, þetta svo erfitt tungumál til að læra og mig langar að læra þarna og ég þarf að læra, it's not only a need, it's not only a choice, þetta bara ég á að læra íslensku, ég á að hjálpa barnin mínum til að læra íslensku og líka þau kemur dóttir mín kemur heim með verkefni og þetta verkefni á íslensku. Ef ég veit ekki íslensku, það hefur áhrif á hennar. She would be so bad and also she would even trying to treat me inappropriately because I was not helping her. And this is our burden, feeling like working 9 hours and then going to school and all these language tungumáling skóla ekki verk vel. Ég á að skrifa í Háskóli Ísland til að læra appropriate language og það ekki alveg sama. Does not work for all. My employer was quite open to let me to take some works off, hours off, so I was able, but it's not an option for others people who are working but also we need both to help each other. Icelanders does not have the patience to teach us. I went to the bank with my dad today and I started to speak with the já, á íslensku, það bara einfalda samtal, ég kann það og hún skipti á ensku og ég tala við hana aftur á íslensku, stundum ég bara nota ensku, bara þetta einfalda, ég kann það og hún sagði aftur á ensku. I know it's a polite, I know that she wants to be friendly, I know that but if you I'm doing my best to learn Icelandic, and if you don't help me, I will never practice the language. How people in Canada, in United States learn the language? Because they get the help from the population. When it takes time, Iceland sometimes does not have the patience, and also because if we have a large population who does not speak Icelandic, especially in services. But if you have only plus 5 mínútur fyrir okkar til að hlusta á og leiðrétta okkar, það bara mikilvægt til að læra íslensku. Og mig langar, we want that, we want to learn Icelandic,
we live here, we will keep living here. If we would not learn the language, we will not include it in the community. We'll feel always that we are not belonging. And it's another topic, because not learning the language means excluding in a lot of stuff. Já. Og það ekki þá bara hlutverk okkar svolítið fyrir sig, það ekki hálfhverjum að svolítið okkar hlutverk að hjálpa öðrum Íslendingu, þið veitir, að tala íslensku. Það rétt, já. Það það sem við erum að biðja og ég og Magnea vitum þetta á okkar störfum. Ég er búin að starfa í 20 eitthvað ár á þessu sviði og hún líka. Við vitum það og við störfum saman. Tungumáli er mjög mikilvægt og við hittum marga hópa í gegnum okkar starf og eina sem ég gat tekið á mismunandi hópum frá mismunandi löndum og álfum og þjóðerni og trú. Eina sem sameiginlegt fólk að biðja að læra íslensku. Hvert get ég farið til að læra íslensku? Hvert get ég farið til að þjálfa mig íslensku? Þannig ég myndi segja tvennt. Íslenska, þegar ég spurð, vegna þess að ég hef verið stjórnandi með marga í vinnu og þykir ég komið mjög langt í íslensku samfélagi og tekið þátt og verið bæjarfulltrúi og alls konar. Og fólk spyr uppskriftina. Það engin uppskrift. Það tvennt. Það og það sem Íslendingar geta hjálpa og þar gildir líka innflytjendur að læra tungumálið og það þýðir það að Íslendingar þurfa að tala íslensku við fólki sem að koma og í öðru lagi að vera virkur í samfélaginu sem þýðir það fólk sem kemur hingað veit ekki að það getur skráð sig að vera mæta á svona viðburði bara frjálst. Það geta verið í Lionsklubbi, geta verið í, ég veit ekki, í múrara, kór, stunda íþrótti, stunda blak, stunda fótbolta, alveg saman hvað, eða bara vera í foreldrafélagi, vegna þess menningaheimur öðruvísi. Það ekki þar víst að þetta sama fyrirkomulag í mínu heimalandi, þannig ég þurfti læra þetta fyrirkomulag hér á Íslandi, því það ekki sama. Það ekki foreldrafélag starfandi, þú veist, eitthvað svoleiðis, heldur ég þurfti læra það. Og fyrsta sem ég geri að skrá mig í foreldrafélagið hjá leikskólabarninu mínu, svo síðan skólabarninu og síðan stofnaði ég bara íþrótta deild og ég stofnaði gigtafélag, ég stofnaði stjórnmálaflokk. Þú veist, þarna byrjaði ég, þú veist, að átta mig á samfélagi, þannig það bara tvennt. En til þess að fólk getur mætt, eins og Nasla að tala þá þurfa Íslendingar að hafa þolinmæði að ég mun aldrei tala íslensku án hreims, ég mun alltaf gera það. En þess vegna ég við erum svo fljót eins og þið voru að segja, að skipta yfir í enskuna. Ég stend mig að því líka, þó ég sé rosalega mikið að passa mig að gera það ekki, að benda hinum á það að við þurfum að hjálpast að. Já, eins og ég sagði líka, við þurfum öll svona stuðning ykkar líka í þessari. Og við þurfum að benda vinum okkur á að við heyrum að þeir eru að veitir. En svo líka eins og maður segir bara breið og boðskapin. En svo kannski líka bara nýtt hvernig við gerum það. Ég held að þeir sem að kannski, út erum að tala sem gjá, sem greinilega að breykka, eins og að tala áhugavert að heyra að það minni umbrælindi núna fyrir því ef þú tala með hreim, fólk fyrir yfir í enskunum, mér finnst að segja þetta alltaf mikið, en ég held að ég upplifi kannski eins og þeir sem að eru kannski þeim megin sem að, eru kannski að sjá kannski þennan fjölda sem ykkur ógn, eru kannski þeir sem kannski upplifa líka sig kannski þeirra, gera kannski einhver mistök og kannski eru við ekki alltaf að bregðast nægilega vel við. Þannig að, og ég held að þessi hópi sé kannski alltaf viðkvæmur fyrir gagnrýni á það hvernig það bregst við. Þetta maður þurfi þetta að vera rosa þolinmæður líka bara gagnvart fólki. Þú veist, allir kannski, þú veist, ég er að reyna að gera sér besta, en ég held að sé í sambandi við hvað ég að gera. Það er rosalega gott þetta í auknum mæli að koma inn með fordómafræðslu og fjölmenningafræðslu, bara inn á vinnustað, inn í skólana, inn í stjórnmálaflokkana og þú veist, ungliðahreyfingarnar og allt hvað eina. Og svo líka öðru lagi, svona einmitt eins og búið að koma inn á, svona meiri samfélagslega ábyrgð í kringum þetta. Ég meina það alveg sko þekkt, það hefur nú verið talað á fundum þar sem að foreldrar koma á foreldrafundi einmitt og það hefur engin þolinmæði til þess að hlusta á þau tala íslensku, eða þá að þau skilja ekki og þú veist það vantar kannski meira svona eins og foreldrafundin að það sé einhver mentor, íslenski foreldrar sem mentora þessa foreldra geta þá sagt í stuttu máli
fundurinn gekk út á. Það sem gerir líka stöðu foreldra af erlendum uppruna svo erfiða að þau missa dálítið svona, það dálítið grafunda þeirra foreldrahlutverki út að krakkarnir læra miklu fljótar. Þau fara svo að þýða og hjálpa foreldri sínum og segja þeim satt eða ósætt hvað stendur í bréfinu frá skólanum og þú veist út af því að þau skilja það en ekki foreldrarnir. Þannig ég var alltaf sagt stuðningu við foreldra er svo mikilvægur og svo það auðvitað líka öll þessi frábæru heppnu börn sem eiga allar svo duglegu foreldra sem aðstoði eins og þekki líka konu til dæmis sem bara lærið aldrei að lesa og skrifa rosalega dugleg en hún á krakka og hún getur ekki aðstofa þau og þá verður að koma upp svona meira kerfisbundni aðstof inn í skólana eins og ég var að lýsa bara með í Bandaríkjunum þar svo ert með áætlun, þú veist, þú vinnur samkvæmt áætlunni, þú fær sjálfboðaliða inn á heimili til þess aðstoð, það foreldri getur ekki gert það og þannig þarf alltaf að svona meta bara þarfir og getur hvers og eins og svo að lokum að slá alls ekki af kröfunum. Vegna þess að því miður, mér fannst svo rosalega sorglegt og þetta ávísun á framtíð sem ekki góð. Þegar að barn sem búið að vera í skóla í 2-3 ár, þá á svipum stað og barn sem búið að vera innan við 1 ár í skóla af erlendum uppruna ef þau foreldrar sem tala ekki íslensku sem móðurmál. Það þýðir að getan ekki að batna og þú veist, og það auðvitað, þau í skólaskyldu þangað til þú skrifast úr grunnskóla en svo kemur þetta háa brottfall úr framhaldsskólanum og í raun og veru, ef maður horfir á þetta þá þetta vissanhátt mismunun gagnvart börnum innan íslensks skólakerfis ef að það raunveruleikin þannig að það kannski hugsanlega að fara að slá kröfunum og ég ekki að fara að setja sökin á kennari, ég held að þeir séu fullfærir oft og hafi getur kannski alveg til þess að sinna þessu verkefni en það þarf kannski fleiri og ég held að vandi bara oft verklagið og áætlunarnar og svona og málafurinn fyrir þennan krakka þá gerum við þetta og dung, þú veist, kerfisbundið. Það ekki bara svona spjallum og það var rannsókn sem sýndi eins og út af málafurinn í leikskóla og hún er svo mikilvæg og það var rannsókn sem við gerðum í Íslandi hún segir að krakkar sem eiga foreldrar sem tala íslensku og þau tala sjálf íslensku þau fá miklu meiri málafurinn heldur börnin sem eiga foreldrar erlendu bergi brotin og það líka meðal annars það ekki svona áætlun það hvernig á að örva barnið og máltöku barns sem að eru í mismunandi stöðu. Þannig ég held að ég trúi rosalega skipulag og verklag. Já, svona kerfi. Ef við taka svona samankomin að endalokum fundarins, það sem þú veist að segja, það þarf svona allsherjar langtíma stefnumótun og skoða kerfið út frá þessum nýju og breyttu forsendum, en ef að við sem samfélag getum gert eitthvað til þess að auka inngildingu, þá það að sýna þolinmæði og líka ekki slá af kröfum eins og varðandi íslensku, bara halda áfram að tala íslensku og líka bara sýna hvað í boði í samfélaginu. Ég búið lengi erlendis og þegar ég kem heim og að keyra eitthvað, þá átti ég á því að það ekkert merkt. Maður þarf að vita bara hvar allt og það sami í samfélaginu og það ekkert auglýst sem svona hefðbundnir og enginn veit hvað talum. Nei, maður bara vita hvert maður að fara og vita hvað maður gera en þegar maður kemur til landsins bara allt í einu og kannski með einhverja skerta félagslega hæfni út af stríði og hörmungum þá náttúrulega ómögulegt að bara átta sig á samfélaginu og hvert maður að fara. Og líka menningarheimum. Þú veist, hvernig hefðir, þú veist, bókasafn til dæmis í mínu heimalandi bara bókasafn það sem þú færð bók og ferð út, þetta tekur 5 mínútur eða 10 mínútur að finna bók. Þú veist, á Íslandi bókasafnið notur allt annan hátt og segjum það að búa 1000 manns frá Balkanska hérna í Íslandi, ég veit ekki töluna en segjum það segir það að 1000 manns veit ekki hvernig að nota bókasafn. Þú veist, sem bara slæmt af því að það svo helling sem hægt að gera bókasafn, fengið sér kaffi, samtal og jafnvel hitta og kynnst fólki. Þannig að þú veist, þetta bara einfalt dæmi, þú veist, sem við þurfum og það það sem ég vinn við í dag og gefur mér mikla ánægju og það sem hún Magnea að segja, menninganæmi, miðla menningu, hvernig ólíkir hluti með svona dæmum að fólk að verða ekkert með þessar staðalímyndir út frá þessu hinu öðru að því við getum gert svo margt samblandað
vegna þess að einmitt þessi samblöndun gefur, þú veist, ég held, þú veist, þegar við erum alltaf að tala um aðlagast en samlagast, ég samlagast Íslendingum og Íslendingar samlagast mér vegna þess að þetta stefnu í báðar áttir, þetta ekkert einstefna og ég hef skrifað einmitt það að þetta ekkert einstefna, við þurfum svolítið að gera þetta saman. Svo lýðræðislega þátttöku innflytjenda sem dæmi, þú veist, þá eru margir að tala að ég finnst eiginlega kosningarnar að fara svo framhjá sér, þetta allt svo abstrakt, þetta bara XS, XD og svo framvegis, á meðan á heimalöndinu þá sko allt veggfóðrað með myndum og veggspjöldum af frambjóðendum, þú ferð í kjörklefan og það eru frambjóðendur og þú tekur bara þann sem þú vilt og setur það í kassan og hendir hinnum og svona, þannig að það svo margt sem svona ólíkt sko, og líka myndmál og allt þetta myndræna og allt þetta abstrakt og svona ósýnilegra. Or we have not chance to practice at all. Já, margt sem við erum gert. Já. Bara einfaldur hlutir. Ekki gera ráð fyrir því að þú kannt þetta. Nei, einmitt. En ég vil þakka ykkur öllum fyrir að koma og fyrir að hlusta og fylgjast með á netinu. Þetta verður ennþá algengilegt á netinu áfram og nýtur vonandi einhvers áhorfs þar. Þeir sem eru hér og þeir sem eru líka að horfa heima, það spurningalisti aðeins efni fundarins, ykkar skoðun á málefninu og eitthvað sem vilja koma á framfæri og bara almennt fundin. Vonandi getum við haldið áfram eftir áramót með fleiri fundi heimilismarkmiðanna. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir okkur. Þetta voru bara mjög flott, einn af skemmtilegustu